Já, komið þið sæl. Við byrjum á þessu í dag. Við ætlum að tala loftslagsmálin. Tölur Hagstofunnar losun gróðurhúsalofttegunda sem nú, eins og flestir vita, CO2, voru dregnar fram í gær í fréttum RÚV og svo í fleiri miðlum í dag. Þar var sagt að við losuðum mest allra landa innan ESB og EFTA. Í fréttablaðinu í dag svo haft eftir framkvæmdastjóra Orkusetursins að það sé skekkja í þessu. Við séum ekki svona slæm. Unnur Brá Konráðsdóttir, sem aðstofamaður ríkisstjórnarinnar, var í haust falið það hlutverk að tryggja samhæfingu loftslagsmála fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og það komin fram aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, kom fram núna nýlega í haust og Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður VG sem situr í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hér líka, velkomnar. Takk. Nú þarna kom frétta sem við kannski svona hlutfallslega séð vorum ekki sigurvegararnir eins og stundum, en þetta voru tölur Hagstofunnar sem að sýndi okkur að við værum að losa hlutfallslega miklu meira. Hvernig þarf að setja þetta kannski í samhengi við okkar sérstöðu og stærð? Já, þannig erum við þetta með allt inni, við erum með flugið og við erum með flutninga á sjó og við erum að rekna það niður á höfðatölu og við notum oft höfðatölu til að stæra okkur á því að vera best í einhverju, en í þessu tilviki þá það ekkert skemmtilegt, þessi samanburður ekki skemmtilegur. Og en við getum notað þetta til að sjá þróunina milli ára því þetta kemur á hverju ári hjá þessar tölur tekna saman. Já. Og með það að þá erum við að losa í rauninni meira, þá erum við í verri stöðu í ár heldur en undanfarin ár. Já. Og við þurfum auðvitað að bara vera dugleg við að fræða bæði fólk og fyrirtæki það hvaða aðgerðir það eru sem að hægt að grípa til. Vegna þess að þetta eru auðvitað verkefni sem allir þurfa að vera með í. En það eins og við höfum verið einhvern veginn að draga lappirnar frekar en aðrar þjóðir. En í ljósi þess að bruni jarðefnaeldsneytis það sem aðalega veldur losun, útstreymingi koltvísýrings. En þá raforkan framleidd á bruna og það meira að minna þannig í álfunni en ekki hér. Þannig að kemur það ekkert inn í þessar tölur. Já, það sem er að gerast, við erum auðvitað á undanförnum árum að það er aukin flugumferð við Ísland og það er auðvitað að hafa áhrif á þessar tölur og þeir eru auðvitað ekki á endurnýjanlegum orkugjöfum. Þannig að það hefur auðvitað mikil áhrif á þessa útreikninga. Ég skil þig. Og en þær skuldbindingar sem að íslenska ríkisstjórnin stendur frammi fyrir og á að vinna með þar nálgast verkefnið með því að setja fram þessa aðgerðaráætlun sem var gert í haust. Og munurinn á ástandinu núna varðandi þessa aðgerðaráætlun og áður að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur sett umtalsverða fjármuni í verkefnið til þess að fylgja þessari aðgerðaráætlun eftir. Og það sýnir að þetta eitt af stærstu málunum sem ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir vinna að og við erum á réttri leið og við erum með plan. Fjármagnað plan? Já, en það þurfa auðvitað. Það er ekki nóg að ríkisstjórnin sé að gera eitthvað. Hún þarf auðvitað að vísa veginn og ryðja burt hindrunum og vinna saman með öllum, bæði atvinnulífinu og einstaklingum og ekki síst stór fyrirtækjum að því að ná þessu markmið. Það þurfa allir að hjálpa stað. Fyrirtækin náttúrulega og almenningur og ríkisstjórnin með sínum þá fjárveitingum og kannski góð fordæmi. En hvar liggja helstu tækifærin, Rósa, fyrir okkur? Eru það vegasamgöngurnar? Í fyrsta lagi þá þessi skýrsla Hagstofunnar, hún í raun og veru bætist bara í þær skýrslu sem við höfum verið að sjá núna undanfarið eins og IPCC, skýrsla Sameinuðu þjóðanna, skýrsla vísindanefndar loftslagsmál sem kom út í vor, skýrsla Umhverfisstofnunar sem svona landsskýrsla til Sameinuðu þjóðanna, svona árleg skýrsla. Þannig það eru endalaust af skýrslu sem eru raun og veru staðfesta, þetta að gerast hraðar og með miklu meiri hætti kannski sem heldur en við hefðum átt von á. Og í raun og veru að það kannski, maður má bara að þú varst að spyrja kannski af hverju við erum svona slæmum málum akkurat núna, af hverju sýna þessa tölu það. Að mínu viti hefur líka verið ákveðið svona andvaraleysi vegna þess að við erum með þessa hreinu orku, við erum fámenn þjóð í strjálbýlu landi. Viðhorfið og þetta landlega viðhorf að við værum með hreint vatn og hreint loft og svo framvegis. Það er kannski svolítið kultúrelt hjá okkur. Já, og við erum náttúrulega mjög duglega að nota rafmagn og vatnið alveg
já, við sóum því. Algjörlega, en það þarf í raun og veru svo miklar bæði hugarfarsbreytingar og breytingar eins og ferðavenjum fólks og þar þurfum við í raun og veru að gera svolítið róttækar breytingar og síðan náttúrulega höfum við verið í öllum þessum tölum sem að geta verið ansi flóknar fyrir fólk að setja sig inn í útblásturstölur og hvar eru við og hvað eru ekki að taka inn í og svo framvegis. En sko, það er í raun og veru ábyrgðar hluti að taka inn flugsamgönguna eins og Unnur Brá bendir réttilega á og það hefa flugsamgöngum til og frá Íslandi fjölgað alveg ótrúlega síðustu ári. Já, þetta er náttúrulega útskýrir þá niðurstöðu en síðan sko þetta er náttúrulega tvennskonar. Þetta er náttúrulega skuldbindingar ríkisstjórnar og síðan eru það hérna stórfyrirtækin og það er þá flugið og það er stóriðjan og þau eru á svona ákveðnum sko markaði þar sem þau geta keypt og selt losunarheimildir. Og það er nú bara eitthvað svona flókið dæmi, en það sem að ríkisstjórnirnar geta gert, þá er það aðalega samgöngunar. Já. Og sjávarútvegurinn. Í okkar tilfelli þá eru það samgöngunar sem að skipta mestu máli og það sést svolítið á aðgerðaráætlunin okkar. Og ég held líka bara að því við höfum talað um svo lengi orkuskipti í samgöngum og við eigum alla þessa hreinu orku, þú veist, af hverju ætti íslenski neytandinn ekki að njóta þess að keyra á bifreið sem að kostar miklu minna að reka. Já. Það er að segja, dagstaglega, það kostar minna að hlaða rafmagnsbíl heldur en að fylla hana. Það er allt gott við þetta og nema kannski að fólk þurfa að vera kannski betur upplýst ég meina hvað endist batterið lengi í bílnum og eitthvað svona sko? Já, svo megum við ekki alveg, sko, mínu viti, þá megum við heldur ekki binda okkur alveg við það að rafbílavæðingin sé lausnin, þó hún sé vissulega mjög nauðsynleg með, að þá er rafbílavæðingin líka, hún er náttúrulega stéttamál og hér er innflutningur á bílum og bifreiðum, úrelding eldri bíla og svo framvegis. Ég held að það sé algjörlega grundvallaratriði að við förum í rafbílavæðinguna og orkuskiptin þegar kemur að því, en síðan eru það almenningssamgöngunar og þar finnst mér við hafa svolítið dregið lappirnar í almenningssamgöngunum og við höfum verið að bjástra við það að hér hafa verið pólitísk átök borgarlínuna þegar í raun og veru þetta snýst að breyta ferðavenjum fólks á stórhöfuðborgarsvæðinu þar sem að 75% af umferð á Íslandi fer fram. Og þetta þarf að koma fram með skýrar hætt að mínum vit og ég held að við þurfum að stíga svolítið fastar niður fæti þegar kemur algjörlega. Og þegar kemur að eflingu almenningssamgangnanna, því við erum nú að fjalla samgönguáætlun inn í þinginu núna til næstu 5 ára og svo fram til ársins 2033, þá á þetta náttúrulega líka að spila saman, samgönguáætlun og svo loftslagsáætlunin og aðgerðaáætlunin þar. Og ég myndi líka sjá fyrir mér sko, eins og með aðgerðaáætlunina í loftslagsmálunum. Ég hef nú bæði sagt það inn á þingi og svo líka opinberlega sko að þetta er frábært skref en alls ekki endastöð og við megum ekki heldur hugsa það þannig, þetta er bara fyrsta skref af mörgum og við þurfum að stíga hratt og hlaupa hratt. Já, sko það er náttúrulega þitt hlutverk Unnur Brá, það er náttúrulega að samhæfa öll þessi ráðuneyti sem að þetta snertir og þegar þessi aðgerðaáætlun var kynnt þá var hún kynnt á eitthvað 7 ráðurum sko, þannig að það segir sína sögu. En hvar sko það er náttúrulega mæði mest á umhverfisráðuneytinu. En sko varðandi samgönguráðuneytið er ekki þetta kannski helst horft til þess núna? Það er atvinnuvegaráðuneytið sem er með orkumálin sem er svona stóri lykilaðilinn í aðgerðaráætluninni ásamt umhverfisráðuneytinu og svo auðvitað öllum hinum ráðuneytunum og auðvitað samgönguráðuneytinu líka vegna þess að það spilar lykilhlutverk í þessum breytingum. En það er engin kimi hvorki stjórnsýslunnar né bara landsins alls undanskilin frá þessari aðgerðaráætlun þannig að þetta ansi margir spottar sem það þarf að toga í. En það er bara spennandi verkefni og ég finn ekki fyrir öðru en að allir séu jákvæðir og hafa áhyggjur á stöðunni og vilja bregðast við og það er gott og menn vilja meiri fræðslu, fólk vill meiri upplýsingar og bara þú veist sem dæmi vegna þess að ég var í útvarpsþætti síðustu helgi og þar voru að tala kröfu neytenda til dæmis bara þegar þú ferð út í búð að versla neytandinn vill fá að sjá hvert kolefnisfótspor vörunar sem hann langar að velja á milli hvert það er, svo hann getur valið á milli meðal annars út frá þeim forsendum og spurningin hvenær verður verslunin í stakk búin til þess að veita þessar upplýsingar.
Ég finn þetta ákall frá neytendum, þeim sem eru bara hreinlega að reyna að taka skynsamlegar ákvarðanir með loftslagið í huga í sínu dagsdaglega lífi. Þannig að það er svo mörg svið sem þetta snertir eiginlega öll. Já. Svo ég minna, þú veist, að því við erum að tala um á hvar ráðuneyti mæðir þetta mest og auðvitað mæðir þetta á einhverju svona samþættingu hjá umhverfisráðuneytinu. En ég minna, fjármálaráðuneytið er ekkert undanskilið, sko, þó að við sem tala um loftslagsmál þar inni, menn þar erum við að tala um liðka fyrir grænu skattkerfi, grænum fjárfestingum, ferðamála- og iðnaðarráðuneytið, ég minna auðvitað það ferðaþjónustan sem hefur verið mikið flogið til Íslands og svo framvegis. Losunin er náttúrulega mikið til komin vegna þessar nýju atvinnugreinar. Að mjög miklu leyti, það er líka bara þannig. Þannig það er alls konar aðgerð á mörgum plönum og ég held líka að alveg svo skýrsla Samtaka iðnaðarins sem kom út hvenær í gær með svona framtíðarstefnu í sínum málaflokki þar sem að loftslagsmálin koma mjög sterkt þar inn. Ég meina það er mjög jákvætt, en það hefur kannski sá iðnaður líka verið að menga mest, sko, en það er virkilega jákvætt skrif að atvinnulífið sé að koma með í þennan leiðangur og ekki seinna vænna, en svolítið ég er að minnsta kosti svolítið þar, sko, að þetta er svolítið svona svipað eins og með jafnréttismálin, að við getum ekki beðið eftir því að þetta verði leiðrétt, sko, einhver aðrir gerir það, heldur verður hið opinbera, ríki og sveitarfélög að ganga fram fyrir skjöldu og leiða vagnin og taka það með. Og kannski helsta stýringin er skattkerfið. Já, að sjálfsögðu leikur það lykil hlutverk og líka þegar að ráðuneyti er að vinna stefnumótun í rauninni sama hvað málaflokki er, að þá verður það þannig að loftslagsmálin verða alltaf inni. Það verður alltaf tekið mið af þeim þegar þú ert að búa til áætlun í þínu málaflokki. Við erum bara komin þangað. Já, við erum komin þangað. En það má líka segja frá því að þegar við vorum að tala um atvinnulífið að það er búið að stofna samráðsvettvang ríkisstjórnarinnar og atvinnulífsins framlag Íslands til loftslagsmála á alþjóðlegum vettvangi. Þannig að það er í svona undirbúningi og það verður spennandi að sjá afurðina úr því. Þannig að atvinnulífið hefur mikinn áhuga. Já, það er mikill áhugi þar, en það eru margir sem segja nú til dags, sko, við erum ofslega góði að tala, tala um þetta og við ætlum að gera, þú veist, en það nú náttúrulega er bara verkin sem tala. Já, nú er verkin sem tala. Já, því ég meina ná við þessum Parísar, markmiðum. Sko það er ljóst að við náum ekki Kyoto samkomulaginu, öðru sem er forveri Parísar. Já, það er alveg orðið ljóst og það er, mér finnst að vera ákaflega sorgleg tíðindi að landi eins og Ísland með alla sína hreinu orku og alla möguleika náu því ekki. Parísar samkomulag er ennþá á þeim stað að við þurfum að hafa okkur öll við til þess að ná þeim skuldbindingu sem við hefum undirgengist í Parísar samkomulaginu. Og ég held að við þurfum í raun og veru bara nú þarf svolítið ákall allra til þess að stíga svolítið róttækari skref og segja bara við þurfum að ná þessu samkomulagi og þessum skrefum sem við ætlum að gera. Já. Það er ekkert annað í boði. Nei, talandi um að taka ákveðin skref, sko, Noregur. Noregur hefur stungið alla af í þessu allavega önnur Norðurlönd og sko þeir hafa innleitt rafbíla, þetta eru 250.000 bílar sem er meira en íslenski bílaflotinn sem eru rafbílar, þannig að markaðshlutdeild þannig bílar er 45%. Er ekki norska leiðin það sem við eigum bara þá aðalega að horfa til? Auðvitað horfum við á hvað þeir eru að gera. Noregur er líkur okkur að mörgu leyti. Það eru auðvitað dreifðar byggðir í Noregi, erfiðar aðstæður sem staðar veðurfarslega en svo stórt þéttbýlis horn á Noregi eins og er hér. Mikill sjávarútvegur og mörgu leyti líkt samfélag og þeir geta þetta og við eigum auðvitað að horfa á hvað þeir eru að gera og læra af þeirra reynslu. Já. Mér skilst að sko ef við myndum fara norsku leiðina þá myndum við ná okkar markmiðum 100.000 losunarlausa bíla árið 2030 og það markmiðum helmingsminnkun losunar. Þannig að það tala um hvað 2040 að banna bensín og díselbíla. Nýskráningu þeirra. Er það nóg að fara kannski fyrir tíma? Já, sko, eins og ég segi líka, sko, við þurfum líka kannski aðeins að varast að bara binda vonir við sko rafbílavæðingun og hún redda okkur, sko. Já. Þú veist, við þurfum líka aðeins að passa okkur á því, sko. Svo sem líka vetnið. Já, líka, þú veist, bara almennt séð að við ætlum að horfa á samgöngumálin í heild. Þá þurfum við líka að stíga mjög róttæk skref þegar kemur almenningssamgöngum. Og bara það allt saman. Og svo líka bara aðeins að minna okkur á það sem að kemur fram í skýrslu vísindanefndar um loftslagsmál, sko, sem gefin var út núna í vor. Ég meina, staðreyndin er að loftslag hefur hlýnað á Íslandi. Frá 1981 hefur
til ásins 2015 hefur loftslag hlýnað 0,47 gráður. Farfuglar eru farnir að koma fyrir til landsins. Það alls konar breytingar sem við sjáum í umhverfinu. Af því það svo margir sem, já, þú veist, þetta nokkuð að snerta okkur svo mikið? Við vorum einmitt að ræða þetta rétt áður en við hófum leika hérna að við erum farin að sjá þessi dæmi. Já, til dæmis. Þess vegna fólk að vakna. Já, og til dæmis bara ef þú hittir fólk sem býr í Maine í Bandaríkjunum og þá sér það breytingar á þeim sjávarlífurum sem þeir geta veitt og nota sem í sínum iðnaði, sjávarútvegs iðnaði. Öðruvísi fiskur að koma. Já, og það er að breytast hjá þeim. Þeir eru líka mikið í trjárakt og skóg, nytjaskógum. Og það er að breytast á þeim, það er jurtir og þau tré sem að þrífast best í köldu loftslagi að gefa eftir gegn öðrum nýjum sem að koma í staðinn. Því fylgir auðvitað nýtt dýralíf og þetta er að breytast og þau sjá þetta og finna þetta bara í sínu daglega lífi. Þau segja að þetta er ekki allt slæmt en þetta eru breytingar sem við sjáum. Þetta er rask. Þetta er bara eins og í okkur. Já, makríll er algengari á hlýindatímum, hann hefur verið algengari hér í kringum Ísland. Bleikjan við Höggasækja. Hún til dæmis, það er rakið til hlýnunar. Þú veist, þetta er allt í kringum okkur. Já, en þá má kannski segja, ég meina, er ekki alltaf að fá einu tegund í staðinn fyrir aðra og eitthvað svoleiðis? Eða er það kannski bara óvissan? Já, það er auðvitað bara óvissan og líka þegar að, þú veist, nú er ég ekki líffræðingur, en ein tegund hefur áhrif á aðra. Þannig að þetta er keðja í hafinu. Svo mikið vitum við. Og þú veist, það veit ég og þegar það breytist einhver einn þáttur, þá hefur það áhrif á aðrar tegundir. Og það er auðvitað það sem að við vitum ekki alveg hvað hefur í för með sér. Já, hvað það endar. Já. Nei, og svo bara, þú veist, ég held að við hljótum að gera okkur grein fyrir því líka. Það eru veðrabrigði eru með öðrum hætti í heiminum. Við höfum séð skógarelda síðustu 2 sumur, nákvæmlega, í löndunum nálægt okkur, í Svíþjóð. Það var aldrei orðið jafn miklir skógareldar eins og núna síðasta sumar og líka sumari þar á undan. Við erum að sjá hvirfilbyli, við erum að sjá alls konar veðrabrigði í náttúrunni og út allt. Þannig að það er alveg augljóst dæmi. Já, og svo líka þegar maður hittir fólk sem að býr í þeim svæðum heimsins þar sem að sjávarborðið er lægst, eða þar sem að byggðin stendur alveg mjög lágt og þeir verða væntanlega eins og Moldaví eyjabúar fyrstir fyrir því að verða fyrir miklum búsifjum ef það verða mikla breytingar og þeir eru náttúrulega að kalla á þjóðir heims að bregðast við og við Íslendingar eigum auðvitað að skilja hvernig eyjabúum líður þegar þeir búa við mikla óvissu. Þeir verða náttúrulega bara fyrstir en það verða náttúrulega fjölmargar aðrar eyjar sem myndi fara. Holland líka, ég meina þetta er allt nálægt okkur líka. Og þetta, þú veist, þegar við erum að tala um þetta svona á heimsvísu þá með því maður líka bara benda á við erum ekki, þó séum eyja, þá erum við ekki eyland. Og við getum ekki bara, þú veist, verið hérna eitthvað krúttleg norður í Atlantshafi og sagt bara þetta kemur okkur ekki alveg við og ok, en makríllinn aðeins oftar en þú veist, er þetta ekki allt í lagi? Þetta er miklu alvarlegra heldur en það. Það er kannski ekki annað hægt en að hugsa þetta hnattrænt. Já, ég held að það verði allir að leggast á eitt, en því miður þá eru þetta ekki allir með í þessari baráttu og ekki allir sannfærir að þetta sé raunverulegt vandamál eða verkefni og Bandaríkjamenn til dæmis ekki með í Parísarmarkmiðunum. Nei, þau drógu þessu út úr því þegar Trump tók við, en sko losunin er 40% af hálfu Kína og Bandaríkjanna. En Parísarsamkomulag hefði aldrei orðið að veruleika nema með þátttöku Kínverja og þeir í raun og veru sem þjóð sýndu mjög mikla framsýni þegar komaði og Kínverjar hafa verið að gera ótrúlega hluti vegna þess að hver einsta aðgerð í Kína, hún er svo massív og mikil og stór. Bara það að fara í áhrifamikil. Já, hún er svo áhrifamikil. Bara að fara það í rafbílavæðingu í Kína, þetta er bara mega stórt og stór framkvæmd. Þannig að það eitt bara líka erfitt að vera samhæfingarstjóri ríkisstjórnar. Það er frekar erfitt. Já, auðvelt, það kannski gæti verið líka. Já, maður veit ekki. En það er þessi aðgerðaráætlun og hún er náttúrulega almenn að mörgu leyti, en hún er fjármögnuð og það er náttúrulega að fara í kolefnisbindingu líka og fleira sem við hefum ekki komið inn á hérna. Ekki nærið því allt, en þú segir við þurfum að gera betur, gengur ekki nóg langt. Ég vil sjá róttækari breytingar, ég bara er svolítið þar en ég er ekki þar með að gera lítið úr því sem við erum að þú veist gera, heldur vil ég bara að við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að fara mjög hratt í næstu skref og það er eiginlega ekki, við getum eiginlega ekki verið að loka augunum fyrir því og ég veit að Unnur Brá mér sammála líka með því að við, þú veist, þessi aðgerðaáætlun hún er fyrsta skrefið, svo þurfum við bara að fara að drífa okkur í næstu skref og fá
fá alla með í það og svo líka annað, við erum líka, megum kannski ekki heldur gleyma því að við erum náttúrulega eldfjalla þjóð með fullt af jöklum sem bráðna og það alls konar mótvægisaðgerðir sem þurfum líka að fara í samhliða þessum loftslagsbreytingum. Já, þeir eru náttúrulega hópa. Og þá já, ég meina, og viðbragðsáætlanir og svo framvegis. Þetta bara mjög mikið verkefni. Já, þetta náttúrulega óteljandi atriði, Unnur Brá, sem þú þurft að samhæfa milli ráðuneyta og drífa þig. Engin pressa. Og drífa þig, eins og Rósa segir, en það var fínt að fá okkur hingað, kannski aðeins að hlæja líka. Unnur Brá Konráðsdóttir sem aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar og sér að samhæfa loftslagsáætlunina milli ráðuneyta og Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður VG sem situr í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins. Takk fyrir að setjast þér hjá okkur 21. Takk sem leys. Ég rétt á eftir að tala kennitöluflakk og það Halldór Grönvold frá ASÍ sem ætlar að koma til Sigmundar Ernis og svo ætlum við að sjá upphaf Airwaves líka, þannig að farið ekki langt.